Í verkefni 11, blaðsíða 13 í kennslubókinni talað að verkefni sé á 2 síðum og við sjáum hérna niður við erum með vinnublað sama síðu sem heitir vinnu og við erum með aðra síðu sem heitir launaútreikningur. Við ætlum að byrja á því að smella á vinnu, síðu 1 og við ætlum að blokka eða draga með músinni yfir reitina til E2 og gefa þeim heiti eftir efstu línu og það gert með því að fara í formulas, create from selection og haka við toppróf, gegn þess að haka hér við toppróf. Og við smellum á OK og ef við viljum skoða þá getum við kíkt hérna inn í name-answer, undir formulas og name-answer og þá sjáum við að við erum búin að búa til nafnin fjöldi tíma hækkun eftir stækka hérna frekar hérna eftir samninga, næturvinna, vakta, álag og yfirvinnustöðum og við gerum bara prósent það. Og við ætlum að smella á næst á síðu 2 eða launaútreikningur hérna niðri og við ætlum að setja formúlur við hólfum C3 til F3 og við byrjum á því formúlurnar eru sem hægra megin á blaðsíðu 13. Við smellum inn í reitin C3 og byrjum á því að skrifa eins og alltaf þegar við ætlum að gera formúlu, sama sem virkið á lyklaborðið, shift og 0. Við smellum inn í reitin B3, við gerum deilingamarkið sem shift og 7 og við ýtum á F3 á lyklaborðinu, köllum fram listan með nöfnunum okkar, finnum fjölda tíma og smellum á OK. Og stendur sama sem B3 deilt með fjöldi tíma og við ýtum á Enter, smellum aftur inn í reitin og förum með músina og tökum hérna í litla plúsin hérna í hægra horninu og drögum niður, afritum niður. Og við ætlum að smella inn í reitin D3, byrjum aftur að því að setja samasemmerki til þess að byrja formúlu, smellum inn í reitin D3, gerum margföldunumerkið eða stjörnuna, smellum inn í ýtum á F3 á lyklaborðinu til að kalla fram listan með nöfnunum okkar og finnum yfirvinnustuðul sem við hérna neðst niðri, smellum á OK, ýtum á Enter, smellum aftur inn í reitin og tökum í litla horni hérna hægra megin plúsin og tósum afritum niður. Við ætlum að smella inn í reitin E3, við skrifum aftur samasemmerkið, smellum inn í C3, gerum plús á lyklaborðið, smellum inn í C3 aftur, gerum margföldunamerkið á lyklaborðið, ýtum á F3 á lyklaborðinu til að kalla fram listan og náum vakta álag úr listanum okkar og smellum á OK. Í reitnum stendur sama sem C3 plus C3 sinnum vakta álag og við ýtum á Enter, smellum aftur inn í reitin og tökum við litla plúsin hérna hægra megin og afritum niður. Í reitnum F3 byrjum við að smella inn í reitin, gerum samasemmerkið, smellum inn í C3, gerum plús á lyklaborðið, plús á það að vera, smellum aftur inn í reitin C3, gerum margföldunamerkið á lyklaborðið, ýtum á F3 á lyklaborðinu til að kalla fram listan, finnum næturvinnuna og smellum á OK. Í reitnum stendur sama sem C3 plus C3 sinnum næturvinna og við ýtum á Enter, smellum aftur inn í reitin og tókum afritum niður með taka í litla plúsinu á horninu. Við ætlum því næst ætlum við að gera það sem stendur út skrifuð 2, það er að segja að blokka svæðin A1 til F7 með því að draga með músinu yfir og við ætlum að nota Home og Copy. Og við ætlum að fara í hólfið reitin A9, smellum inn í A9 og þar ætlum við að smella á Paste-knappinn, við smellum bara hér á beint á knappinn. Við ætlum að eyða út tölum í hólfunum B11 til F15, þannig við förum og drögum með músinni yfir reitina B11 til F15 og ýtum síðan á Delete-knappinn á lyklaborðinu. Þannig við eyðum allt út. Síðan ætlum við að spegla inn í reitin B11 og setja bara í nýja formúlu og formúlan er
hægra megin við skref 3, það er að segja formúlan í reit B11 á að vera, við byrjum með að gera samasemmerkið, setjum 0, smellum inn í B3, setjum stjörnuna eða margföldunarmerkið, ýtum á F3 á lyklaborðinu, finnum hækkun eftir samninga, smellum á OK, gerum plúsin á lyklaborðinu, smellum aftur inn í reitin B3 og það stendur í reiknum okkar sama sem B3 sinnum hækkun eftir samninga pluss B3, ýtum á Enter, smellum aftur inn í reitin, tökum við litla plúsin hægra megin og afrutum niður. Við ætlum að blokka síðan B11 til B15, nei til 11, B11 til F15 segi ég. Við blokkum þetta hérna svæði, ýtum á F2 á lyklaborðinu, þá opnast formúlan eins og við sjáum og við ýtum á höldum kontrolltakkanum niður á lyklaborðinu og ýtum á Enter samtímis og þá afritast formúlan yfir í alla hina reitina og þetta ætti að komast líta svona út. Við ætlum að smella inn í hólfið A9, þar sem stendur launaútreikningur og við ætlum að skrifa fyrirsögnina, nýja fyrirsögn þarna inn í 2 línum eins og er sýnt í bókinni og við byrjum á því að skrifa orðið hækkun. Höldum allt takkanum niðri og ýtum á Enter á lyklaborðinu. Þá færist bendillinn í línuna fyrir neðan hækkun og þar getum við skrifað, nú skulum við bara eftir samninga. Við ýtum á Enter til þess að staðfesta við sem búin að skrifa þetta, síðan þurfum við að fara með bendillinn á stikuna hérna þar sem númerin eru og hérna milli 9 og 10 höldum við músin niður og drögum niður þannig við hækkum línuna, 9 línuna, þannig við sjáum það sem stendur hérna hækkun eftir samninga. Og við ætlum að hafa 14 punkta letur, feitletrum og við ætlum að miðja á línuna og þá var að hérna lappinn beint fyrir ofan venjulega miðjum sem heitir middle align. Nú, við ætlum að setja talnaútlit og við lítum bara eftir því að það sé currency á öllum tölum og það á að vera currency á mánaðarlaununum líka, þannig við þurfum að draga hérna yfir mánaðarlaunin og velja hér annarkvort fyrir þessum mappi currency eða við hefum getað farið í number og fundið currency hér og við ætlum að hafa krónur og engan aukastaf. Og við ætlum að gera þetta líka hérna fyrir mánaðarlaunin hérna í neðri reikni. Smellum hér og fyrir hér inn í veljum currency og getum þess að það sé krónur og engin aukastaf sem 0 aukastaf. Við eigum að setja grunnlínur og þær eru allar á sínum stöðum og við getum sett skýkingar á bakvið, þannig við blokkum hérna svæðum C3 út í F7 og setjum hérna ljósan lit á bakvið og síðan ætlum við að blokka reitina B11 og yfir í F15 og veljum ykkur líka skýringu þar á. Nú við skrifum 7 segir að við eigum að setja inndrátt og texta frá vinstri á svæðu A3 til A7 þannig við förum með músina og blokkum yfir drögum músina yfir reitina A3 til A7 og við getum haldið kontrolltakkanum niðri og farið og dreigið líka yfir reitina B11 til A15 og við ætlum að setja inndrátt frá vinstri á textan og það var að ýta textan increase indent. Við getum líka farið í alignment og valið þar að við séum með horizontal left og þetta er 1 núna, við getum hækkað tölur við í. En það nægir alveg að nota þannig að taka hérna increase indent. Við ætlum að setja lárétt snið á síðuna og þá fórum við í page layout. Þetta er skrifur 7, við ætlum að fara í page layout, opna page setup svæði,
setja lárétt þar að segja landskeið. Miðja verkefni á síðu, það gerði marksins horizontally og vertikali og við ætlum að setja haus og fót að venju og það gerum við í custom header. Custom header eins og venjulega. Þetta er gefilegt. Það stökka þetta út, við færum á þennan. Ok, þetta er bara svona hefðbundið. Smellum á OK og skoðum við það lokum í Print Preview, File og Print og þá sjáum við að þetta er verkefnið eiginlega fyrir miðju á síðunni. Blaðsíðan er svona landskeið eða lárétt snið á henni og við erum með haus og fót eins og það er beðið.